Það er svo gaman að borða. Ég fengi jóla. Á Veðurstofunni. Já, það er stemning þar út af þessum gósum. Það er nóg að gera. Já, það ekki. Ég hef einhvern veginn svona skrýtna tilfinningu gagnvart þessu öllum. Ég ólst þarna á Suðurnesjum fyrstu 10 árin og einhvern veginn, mér finnst eins og þetta gæti orðið hraðar. Ég er ekki til þess að því, sko. Þetta er alveg rosaleg staða. Þetta er einhver versta staða sem hefur komið upp í náttúruhamförum á landinu, sko. Já, skipulagslega. Já, það er bara mjög merkilegt ef að Grindavík byggist aftur. Það bara, ég þarf að fara. Nei, Ég leiti húsum og sónarmælan í kringum húsið stendur á einhverju nibbu og svo bara hildi upp í einhverju megin. Ekki langar með að vera það. Nei, ég er hvað þá með börn. Já, Nei, ég þetta meina er... svo heldur þetta bara áfram. Já, það er enginn sem veit hvað þetta hættir, hvenær það hættir. Nei, Það er ekkert... þetta er að vera 2 áttir. Alveg hreint, ægilega. Það er svo stutta. Góðan og blessaðan dag. Ég ætla að setjast. Ég heiti Katrín Oddsdóttir og ég er mjög glöð að vera hér í dag sem fundarstjóri. Sérstaklega vegna þess að það var komið svona æðislegur kliður í herbergi áður en við byrjuðum fundinn sem er rosalega góðsmerki. Þetta er eiginlega fallegasta hljóð sem ég veit fyrir utan fuglasöng. Það er svona manna bara svona kliður og sérstaklega mikið af kláru og góðu og svona björtu fólki í samverðum sem ég er ótrúlega viss að geta búið til æðislega fund. En fundir eru alltaf svona samsköpun. Það er ekki hægt að halda góðan fund nema allir ákveða að fundurinn verði góður saman. Það þýðir það að allir þurfa að taka tillit til annarra og reyna að taka þátt í fundunum eins og þau geta. Og ég fekk að fara svona verkefni hérna í byrjun áður en ég fer að kynna ykkur fyrir öllu fólkinu og öllum svona formlegu atriðunum að vera með einhvers konar svona spyrja nokkur spurningar þannig og fá okkur svona til þess að vera með og hugsa. En við dætti í hug hvort þetta sé syngja eitt lag saman. En það ekki. Og því bara þá harmoniserum við og sálarnar með hittast. Þannig að eina lagi sem ég dætti í hug þegar ég satt hér og þið voru allir komin svona blöð var svona krummisvar í klett. En það, kunnið þið það? Er þið stöðu fyrir, er eitthvað með betra lag? Ok, ég ætla að hengja á tónina því ég er eins og þið heyrið að stígu flensu. En Sigríður ætla ekki það? Nei. Ok, Oddur ætla ekki það? Krummi svaf í klettagjá, kaldri vetrarnóttu á, verður Marta meini, fyrr en dagur fagur rann, freði nefið dregur hann, undan stórum steini. Ó, ok, ég held að þetta var það. Ok, svo datt mér í hug sko í kaflanum allir fá að gera eitthvað saman. Það datt mér í hug hvort það geti gengið að við myndum öll svona rétt upp hönd og svo myndi ég spyrja spurningar og spurningin er með svar á skalanum 1–10. Og þegar við teljum okkar tala sér komin eftir næstu tölu tökum við hana niður. Er þetta skilt? Þetta er svolítið eins og svo bingo þegar maður stendur þangað til að... Og spurningin sem ég langaði að spyrja var hversu mikið finnst mér ég verið í tengslum með náttúruna. Þannig að hver svarar fyrir sig. Og ég mun byrja að segja 1 og þá myndi ég vera ennþá með hendun upp ef ég teldi ég verið með 1 eða meira. Svo segi ég 2 og þegar við finnum að talan sem við tengjum mest við varðandi það hversu mikið á skalanum 1–10 við teljum okkur verið í tengslum við náttúruna. Eftir að kemur hærri en talin svo þá tökum við hana niður. Ok, er þetta flókið? Nei. Ok, þetta er smá flókið, ég veit. Rán, koma. Þetta er sko í raun og veru bara þannig að þú sér hvernig virkar að lögum við. Þannig að allir setja hönd á loft og svo finnið þið bara þegar við langar að taka höndin eitthvað niður. Og við ætlum, við lokuð augun ef við viljum, nema ég. Og við ætlum að hugsa spurninguna hversu vel er ég í tengslum við náttúruna á skalanum 1–10. Og svo byrja ég að telja. 1. Ef við erum 1 eða meira þá er hendin enn á lofti. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. All right. Vann ég? Já, þú varst. Ok, ég meina þetta er kannski á einhvern nátt alveg tilgangslaust, en stundum hugsa ég varðandi náttúruna og þessi kannski umræðefni sem við erum hér með í dag sem eru stór, mjög stór. Og kannski þann stað sem við erum á, bæði sem mannkyn og sem Íslendingar og bara sem litlir mannabar, þá hugsa ég, sko, er það þessi tenging sem er kannski það sanna sem við erum búin að missa, sem þannig kannski fólk í útlöndum sem eru alveg upp í stórborgum allir sína tíð, kannski nokkra kynslóðir og það á engan svona grænan dal sem það getur farið inn í hugunum sínum þegar það er að hugsa eins og eiginlega allir Íslendingar getur hugsað einhverja tjaldóttilegur og einhverja á sem það voru eitthvað príl í og steinar sem þið fundi í fjörunni og svona. En þessar minningar eru ekki lengur undanlega sko sammannlegar minningar fyrir alla. Blessi. Þannig að þess vegna langaði mig svo að spyrja þessar spurningar í byrjun. Ég ekki með neitt sérstakt til að segja þetta, nema bara það örugglega hollt að spyrja sig sem oftast að þessu. Einu sinni sá ég stórkostlegt listaverk, ég alveg hætta, sem var svona einhvers konar, það hét Hótel Keflavík og það var heill sólarhringur á Hótel Keflavík. Maður bara náði í mann á BSI og svo var einhver gjörningarlistahópur sem bara stal manni og lét mann gera alls konar furðulega hluti í heilan sólarhring á Hótel Keflavík. Og einn af því sem var að labba út alla Keflavík með eitthvað fólki í eyrunum og ein konan sagði, hvenær horfðirðu síðast á himininn? Og ég var eitthvað, ha? Og svo fyrir að hugsa, hvernig gerði ég það? Ég var með svo úti og ég eitthvað, já, og svo er ég búin að reyna að gera þetta á hverjum degi síðan eins og oft og ekki. Þetta er eitthvað svona lítið trikk, en þó ótrúlega stórt, bara að muna að við erum partur af þessu öllu og þetta tengist það. En við erum með frábæra sérfræðinga og manneskjur með okkur í dag sem ætla að takast á við þessa stóru spurningu sem okkur hefur verið sett fyrir. Og ég ætla að kynna þau öll bara hér í byrjun. Og í þeirri röð sem ég kynni þau munu þau tala. Hann er rétt á komin hann Daði Már, hann ruglaðist aðeins á tímanum sem að getur gerst fyrir alla og við skulum taka einstaklega vel á mótunum þegar hann kemur. Af því að það er svo leiðilegt að vera sein og það er ekki mátt að kenna af því að allir geta ruglast. Þannig að við ætlum að byrja á Sigríði Þorgeirsdóttur sem er heimspekingur, prófessor sem slíkur. Þaðan förum við lóðbeint yfir í Odd Sigurðsson sem er í þessari fallegu peysu hér og gaf okkur tóninn á þann. Hann er jarðfræðingur á eftirlaunum og áhugamaður flesta þætti náttúrunnar. Það er eins og þetta er mjög falleg lýsing. Og svo fáum við Daða Má Kristófersson sem er hagfræðingur, prófessor í henni ef ég man rétt. Og þau ætla svolítið að takast á við umræðuefni dagsins sem er auðvitað mjög stórt. Og það sem ég vildi benda ykkur á, og mér finnst þetta æðislegt, ég ætla bara að fá að hrósa Hannes á Holti og ykkur sem hafa skipað þetta fyrir þessa frábæru fundaröð og maður finnur það meðan maður kemur hérna inn að það er eitthvað svona bæði heimilislegt og svona merkingabært andrúmsloft sem er ótrúlega erfitt að skapa hvar sem er, en ykkur hefur tekist á, handla með það. Og þau eru að gera heila seríu af svona fundum og út allt er svona lítil blöð og þegar fundinum lýkur þá viljum við biðja ykkur að skanna þessa kóða, þeir eru líka hérna hurðarleiðin út og svara nokkrum spurningum sem tengjast umræðuefnum fundarins, sem tengjast þessu stóru umræðuefnum náttúruna og hvers virði hún nú eiginlega er. En ég held að ég ekki segja margt í viðbót, jú það væri alveg frábært að þau myndist að síman ykkar á silent. Þannig við truflumst ekki. Og svo ætlum við að hafa þennan fund saman. Ég elska að stýra fundum, ég veit ekki hvaða fettist það er en ég bara elska það og ég læt á alltaf enda á réttum tíma. Það er eiginlega aldrei mistekist. Þannig að það mun gerast ekki að blessa Þú voru sko búin að ákveða að taka sérstaklega vel á móti þau. Ó, takk fyrir. Já, eindist að fá þig. Já, þannig að við erum bara akkurat rétt að byrja daginn, þú erum búin að missa einu lagi. Já, búin að lifa það. Og við ætlum að fara að skella okkur út í erindin okkar. Og svo ætlum við bara að nefna það líka að það er mjög spennandi fundur hérna í næstu viku. Sem ég skal bara fara yfir í lokin, en endilega haldið áfram að koma hérna hverja viku af því þá heldur samtalið líka áfram millifunda og það tengist allt eins og ég segi, þannig að það gefur okkur enn meiri tækifæri á að dýpka samtalið. En fyrst er að sjálfsögðu okkar allra besta Sigríður Þorgeirsdóttir sem að ef þú ert reiðubúin til að byrja, þú mátt bara endilega ríða á vagninn. Ok, takk fyrir skelega fundarstjórn. Og fyrir boðið að tala gott að koma inn í Hannesarholt og ánægður að sjá þessa röð sem ég finnst frábær. Já, þannig að ég bara ætla þá að byrja að lesa hérna svolítið. Ég ætlaði mér í fyrstu að tala muninn á metanlegri og ómetanlegri náttúru
En ég hætti við það þegar ég fór að hugsa máli frekar vegna þess að hið ómetanlega er rakið til þess sem er metanlegt, það er þess sem hefur peningalegt gildi. Þannig myndi ég halda þessari umræðu virði náttúrunnar innan ramma hagkerfis sem gengur út á aðgreiningu þess sem hefur verðgildi og þess sem ekki er hægt að setja verðmiða á. Við tölum til dæmis þannig íslensku miðaldahandritin, sjálfan þjóðararfinn og nú í auknum mæli íslensk náttúrufyrirbæri. Það hagkerfi sem við búum við byggir á skarpri aðgreiningu þess sem telst hafa peningalegt gildi og hvað ekki. Í upphafi vísindabyltingar, þegar grunnur var lagður að nútíma hagkerfi, þá var dregin markalína milli þess sem hægt að kaupa og selja og hefur þannig verðgildi og annars sem ekki væri hægt að kaupa eða selja. Þannig var gengið út frá því að vinnuframlag kvenna, sem eru viðamesta vinnuafl á plánetunni, vinna kvenna sem fæddu og ólu upp börn og sinntu þannig þeirri framleiðslu sem viðheldur samfélögum, væri ekki talin til peningalegra verðmæta. Viðhald mannkyns væri bara einbert líf og ekki verðmætasköpun og þannig er þetta enn og talið til útgjalda fremur en til höfuðstóls. Svipað gildir náttúruna sem lengst af hefur verið álitin hráefni til að vinna úr eða auðlind til að nýta og þannig verðlaus sem slík. Náttúra er talin peningalega einskis virði fyrir maðurinn sem nýtir hana og selur, fyrir maðurinn kemur til, nýtir hana og selur afurðir hennar. Og nú erum við beðin að verðleggja eða lítt snortna náttúru landsins til að gæta réttlætis gagnvart henni og þeim okkar sem vilja vernda hana, eins og gildir flest okkur sem hér sitjum. En réttlætisrök eru bara yfirvarp því það dylst engum að verðlagning náttúrufyrirbæra þjónar þeim eina tilgangi að meta hvað megi græða á náttúru sem er vernduð eða friðuð. Engin verndun án gróðamöguleika. Þannig að ég vil ekki setja verðmiða á náttúrufyrirbæri í þessu samhengi hér, til dæmis með kostnaðar, nytjagreiningu eða einhver álíka. Ástæðan er ekki vegna þess að ég vil vernda sem mest af víðernum Íslands og hafa sem flest ómetanlegt. Ég vil það. Mér líður þannig að við ættum bara að setja glerhjúp yfir þetta og bara láta þetta í friði. Bara sem arf fyrir mannkyn. Ástæða mín er heimspekilegri og hún hefur með hagkerfi sem við búum við og höfum búið til. Vandinn við þetta fjármálahagkerfi er að það er aftengt jörðinni. Yfirskriftin á þessu litla málþingi hér er heimili heimsmarkmiðanna og jörðin er þetta heimili okkar sem heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun eiga að vernda sem tilvistargrundvöll lífs á jörðinni. Heimsmarkmiðin eru byggð á hugmynd réttlátari heim sem á að vera haldið upp af sjálfbæru heimili, það er á nýtingu jarðar sem gengur ekki á takmarkaðan forða hennar og grefur ekki undan tilvistarmöguleikum okkar sem tegundar. Heimsmarkmiðin eru þannig nokkurs konar deili eða skiptikenning hagrænt réttlæti sem miðar að því að jafna kjör manna jafnframt því að draga úr hraða loftslagshlýnunar. Þessi sjálfbæra nýting auðlindajarðar byggir þannig á hagkerfi hnattræns kapítalisma og vandinn við það hagkerfi sem fjármálakerfi er að það er aftengt jörðinni, eins og ég sagði áðan. Þess vegna er ég ekki að tala markaðshagkerfi sem slíkt. Markaðir hafa alltaf verið til og verða alltaf til. Ég er að tala peningakerfi kapítalismans sem er aftengt jörðinni. Síðustu jarðtengingu peningakerfisins var kippt undan því með afnámi gullfótarins fyrir nokkrum áratugum. Síðan þá hefur peningakerfið lifað eigin lífi upp í skýjunum því það samanstendur bókstaflega af tölum sem eru á stafrænu skýi í netheimum handan efnisveruleikans.
Hagvaxtarþráhyggja viðheldur síðan neyslu og framleiðslu. Hún gerir að verkum að við verðum æ ósjálfbærari þrátt fyrir heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem hljóma óneitanlega vel í eyrum. En það er falskur hljómur. Skuldahagkerfi gerir að verkum að eignir þeirra sem lána fé vaxa stöðugt í skýinu af því að það er veldisvöxtur á lánsvöxtum og við hin sem tökum lán erum alla ævi í vinnu við að auka peningamagn lánveitenda í skýinu. Ég tala hagvaxtarþráhyggju því þetta er orðið þráhyggja á tímum þegar fæðingartíðni fer lækkandi. Í Suður-Kóreu er fæðingartíðni núna 0,7 börn á konu sem merkir að þjóðinni fer ört fækkandi. Svipað gildir land eins og Japan þar sem búist er við tugum milljóna auðra íbúða og húsa á komandi áratugum vegna fólksfækkunar. Og svo er krafa aukinn hagvöxt. Við erum sem sé með peningakerfi sem er eins og lestin hans Phileas Fogg þegar vantaði brennslukol svo hann gæti haldið áfram hraðferð sinni umhverfis jörðina. Til þess að knýja einræðina áfram þurfti að rífa innréttingar brautarvagnanna og að lokum útveggi til að koma farþegum lestarinnar á leiðarenda og þá var járnbrautarlestin bara orðin pallur á hjólum. Á þessum sökum er haft á orði að það sé auðveldara að ímynda sér endalok heims okkar en endalok fjármagnskapítalismans. Svo niðurstaða mín er sú að það sé hjákátlegt og órökrétt að setja vermið á náttúru þegar við búum við hagkerfi sem er aftengt jörðinni og jarðneskum skilyrðum búsetu okkar sem tegundar á henni. Ef á að verðleika eitthvað náttúrulegt, þá verðum við að byrja að jarðtengja fjármagnskapítalismann með öðruvísi peningakerfi og öðruvísi skuldahagkerfi. Það eru ýmsar leiðir til þess, en ég held að það þurfa að byrja að leiðrétta þá gömlu bábilju sem nútíma peningakerfi er reist á, að börn og náttúra séu ekki verðmæti. Það verður að viðurkenna að vöxtur og viðhald þjóðfélagsins byggir á að börn fæðist og að náttúran og auðlindir hennar eru hin eiginlegu verðmæti en ekki tölur í skýi, sem er loftkennt auðmagn sem færist á sífellt færri hendur auðmanna sem hafa að sama skapi völd og pólitísk undirtök til þess að halda þessu kerfi óbreyttu. Þegar við viðurkennum börn og náttúru sem raunveruleg verðmæti, þá getum við líka farið að ímynda okkur öðruvísi líf og öðruvísi lífsmáta. Því hver segir að við verðum annaðhvort að vera karrieristar eða lúserar sem vaða auk þess á skítugum skóm inn á þessu heimili heimsmarkmiðanna, nema þau sem stýra okkur ofan úr peningaskíinu og reyna þannig að halda okkur við efnið. Dásamlegt. Sko fyrirkomulagi okkar er slíkt að við munum bara fara lóðbind yfir í næsta og svo getum við opnað samtalið. Þannig að ég ætla bara að halda því nema að sé einhverjum algjörlega brennandi þörf til að koma einhvers konar innlegg núna, sem er ekki flott. Þá fyrir við lóðbind yfir í hann Odd Sigurðsson, jarðfræðing, og ein af ástafanum fyrir því að hann var líka valinn hingað er það að hann er að taka svo fallegar og merkilega landslagsmyndir, svo hann er að sameina fræði og fegurð með einhverjum hætti í þessum mikla náttúruáhuga sínum. Gjörðu svo vel, Oddur. Takk fyrir. Mér finnst eiginlega að þessi spurning virði náttúrunnar vera út í hött því að mannkyni getur ekkert lifað án náttúrunnar. Fyrir mannkynið er hún óendanlega mikils virði. Það er að segja henni lifandi náttúra. Og jörðina munar í sjálfu sér ekki nokkra vitund að bíða af sér eitt mannkyn. En það má náttúrulega á ýmsan hátt reyna að tengja þetta hagkerfi við það sem blasir við mér til dæmis að rányrkja og umhverfisspjöll eru nánast aldrei inn í verðmati á hlutum og þjónustu sem við kaupum. Þannig að náttúran líður fyrir hagkerfið okkar á hverjum degi og það er
það sko, hver einasta ríkisstjórn í heiminum nánast stefnir að hagvexti og það gengur ekki til langframa að vera með hagvöxt. En nokkuð staðar verið að skipuleggja hvernig takast skuli á við haghjöðnun. Menn gera bara ráð fyrir að það verði hagvöxtur alla framtíð, en hvað gerist ef þetta snýst við sem það mun gera? Hvort sem okkur líka betur eða verð. Það mikilvægt að hafa rétt hugtök í umfjöllun þessa hluti. Til dæmis þýða orðin umhverfisvænt og grænt alla jafna þegar að fjalla þá hluti, neikvæða hluti fyrir umhverfið og náttúruna. Það að segja eins og þegar umhverfisráðherra talar umhverfisvæna rafbíla, þá það öfumæli. Þeir kunna að vera ekki alveg eins slæmir eins og sprengivélarbílar með forneldsneyti, en engu að síður þeir stórskaðlegir fyrir umhverfi og náttúru. Bæði framleiðslan á þeim og svo náttúrulega notkun á þeim og hvaðina. Og við verðum að hætta að tala skaðlega hluti sem græna eða náttúruvæna. Ef að við hugsum okkur til dæmis sem mikið talað í orkumálum núna, að við getum virkjað alla virkjunarkosti á landinu og dælt þeim út í hagkerfi heimsins, þá myndum við fresta loftslagsáhrifunum rúma 2 mánuði. En í leiðinni myndum við spilla náttúru Íslands stórlega. Og Ísland einstakt í veröldinni. Það ekkert líkt öðrum löndum. Þetta ekki bara bábilja úr ferðamálafröðum sem vilja fá sem flesta ríka ferðamenn til landsins. Heldur það tilfellið að Ísland ekki líkt öðrum löndum. Þetta langstærsti hlutin af hafsbotninum sem stendur upp fyrir sjávarmál. Ísland í sjálfu eðli sínu hluti af hafsbotninum. En fyrir sérstaklega tilviljun þá stendur þetta upp fyrir hafshlutin. Og þess vegna allt öðruvísi en önnur lönd sem nánast öll byggð úr meginlandsskorpu. Það 17 eyjar í heiminu sem stærri en Ísland og þær allar að meira eða minna leyti úr meginlandsskorpu og þess vegna allt öðruvísi í eðli sínu heldur en Ísland. Það gjarnan haft við orð hérna meðal stjórnmálamanna að það þurfa að bæta lífskjör á Íslandi. Það finnst mér vera bábilja. Það yfirleitt nóg, það hvergi í heiminum eiginlega sem að lífskjör jafn væn eins og á Íslandi. Hins vegar það pólitísk og félagsleg verkefni að sjá til þess að enginn fari þessu mis. Hér á landi eða annar staðar. Við eigum að geta gert þetta vel. Takk, Oddur. Og þá það síðasta svona örerindið okkar í dag áður en við opnum bara samtalið okkar á milli allra og það Daði Már Kristófersson, hagfræðingur. Gjörðu svo vel. Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér og ég biðst afsökunar á því að hafa verið seinn. Ég ruglaðist á tímasetningum. Við vorum beðin það að velta fyrir okkur virði náttúrunnar og ég get glatt Sigríði með því að hagfræðin hefur nú eitthvað hreyfst frá því svona þessu sem hún lýsti hér áðan vegna þess að eins og ég lærði hana, minn bakgrunnur í umhverfis- og auðlindahagfræði, að þá hagkerfið almennt viðurkennt sem undirkerfi og algjörlega háð náttúrunni bæði aðföng og allt það sem út kemur hinum megin. Og ég get líka glatt Sigríði og ykkur hinn með því að það að átta sig á því að það sem mælanlegt í hagkerfinu með svona til dæmis eins og
Hagstofan mælir verga landsframleiðslu. Almennt viðurkennt að það einungis brot af því sem auðvitað skapar velsæld. Þetta vitum við úr okkar daglega lífi. Það sem við leggjum mat á, teljum mikilsvert í okkar lífi fæst hlutir sem við kaupum fyrir peninga heldur allskyns aðrir hlutir. Þar með talið upplifun okkar af náttúrunni. Þannig að þessu tvennu ber að halda til haga. Ég ætla samt að taka undir eitt sjónarmið, Sigríðar, og það að hagfræðin í eðlinu félagsvísindi og eins og önnur félagsvísindi að það byggir allt mat hennar á virði í huga fólks. Það sé ekkert hefur virði í sjálfu sér, virði virði í huga fólks. Þetta bara grundvöllurinn og við getum verið ósammála hann. Og það semst ljóst að mikilvægi náttúrunnar í lífi okkar gríðarlegt og spurningin þarf á að mæla þetta virði? Ég nefnilega þar líka. Ég held að það sé nauðsynlegt. Við getum auðvitað rætt það fram og tilbaka en það samt sem áður þannig að ákvarðanataka í samfélaginu í dag byggir mjög mikið á þessum grunni hagfræðilegrar mælingar og ég myndi alltaf óttast og þess vegna hef ég lengi talað fyrir því að það sé meira gert af því að leggja mat á virði náttúrugæða að ef þú berð fram við ráðamann valkosti þar sem að annar lagður saman í peningum og hinn ekki, að þá halli á valkostin sem ekki mældur í peningum. Menn geta síðan deilt það hvort að peningar sé á endanum mælikvarði alls. Í mínum huga það alls ekki svo. Á endanum markmiðið velsæld og hún ekkert mæld í peningum. En einhvern veginn þurfum við að taka ákvarðanir og það sem að ég óttast í heimi þar sem við höfnum mati á virði að virði fari með óbeinum hætti fram þannig að einhverjum stjórnmálamanni eða fáum stjórnmálamönnum falið það hlutverk að bera saman tekjur Landsvirkjunar af sölu og orku og virði hinna röskuðu náttúrugæða sem raska þarf til þess að skapa þau verðmæti. Og að í þeim samanburði tapi náttúran. Þau lönd sem hafa gengið lengst í því að innleiða svona skipulegt mat á virði náttúrunnar hafa einmitt upplifað að hún hefur reynst mjög mikilvægt vopn í baráttu fyrir náttúruvernd. Og allar ákvarðanir fela í sér einhvers konar samanburð, einhvers konar mat á virði og einhvers konar niðurstaða vernd af einhvers konar óbeint mat á því að virði náttúrunnar sé meira en ábatinn af nýtingu, en verndin sé meira virði en nýtingin og ákvörðun nýtingu þá að nýtingin sé meira virði en verndin á þess að neitt eiginlegt skipulagt mat fari fram. Nú geta menn auðvitað, ef þeir hafa tíma og áhuga, rætt við mig hvort ég telji allar aðferðir sem beitt við svona mat skynsamlegar og áreiðanlegar og ég skal alveg gefa ykkur stuttasvarið sem nei. Þeim fer fram, þær eru skárri núna þær voru fyrir 10 árum síðan en þær eru ekki fullkomnar og það eru nokkur göt í þeim sem að ég held að verði alltaf mjög erfitt að fylla í. Þau göt snúa til dæmis að réttlæti og sanngirni sem að í kerfi eins og bara raunverulega hugmyndafræðilegu kerfi sem hefur þennan fókus á manneskjuna sem mælikvarða virði að þá það þannig að stærri peningalegur afrakstur þýðir stærra lóð á vogarskálarnar óháð því hvernig það peningalega virði dreifist síðan, hvort það dreifist jafnt eða ójafnt. Þetta auðvitað gat. Annað að það taka tillit til hagsmuna kynslóða framtíðarinnar í öllu svona mati gríðarlega erfitt, mjög flókið og þær verða allar mjög viðkvæmar fyrir því
hversu þolinmóður þú vilt vera í að bíða eftir afrakstri. Það er til dæmis frægt að hagfræðilegt mat á því hvort að við eigum yfir höfuð að ráðast í einhverjar aðgerðir í loftslagsmálum er eiginlega algjörlega háð því hversu þolinmóður þú ert að bíða eftir afrakstrinu. Ef þú ert ekki þolinmóður, borgar það sig ekki, ef þú ert þolinmóður, borgar það sig. Þetta er á endanum einhvers konar vægi á hagsmunum framtíðarinnar sem er annarkvort meira eða minna. Síðan koma til viðbótar hlutir eins og við skiljum ekkert alltaf þegar við förum í að nýta náttúruna hverjar afleiðingarnar verða og það er auðvitað mjög erfitt að spá fyrir afleiðingar sem við skiljum ekki. Og þetta er líka gat í þessari aðferðafræði. Þannig er hún fullkomin, er hún gallalaus? Nei. Er hún skásti kosturinn sem okkur býðst í dag? Þar myndi mitt svar vera já, allavega hjá þeim ríkjum sem skipulega beita þessum aðferðum, ég til dæmis get vísað þar til Noregs, hefur það iðulega verið niðurstaðan að verndin hefur reynst miklu mikilvægari heldur en ef þetta mat fer ekki fram eða þar sé að án þessa mats að þá er hætt við því að meiri verðmætum verndunar sé fórnað fyrir minni verðmæti nýtingar. Það er ekki algilt. Það fer auðvitað eftir tilfellunum, en þið áttið ykkur á því að síðasta ákvörðunin nýtingu á ósnortinni íslenskri náttúru hefur ekki verið tekin. Þær verða áfram teknar og spurningin sem við þurfum að horfast í augu við er hvernig tökum við þessar ákvarðanir með besta mögulegum hætti. Jæja, þá er komið að fjörunu. Nú gefst ykkur tækifæri sem hér sitjið til þess að varpa fram ykkar hugleiðingum. Við reynum náttúrulega að kynna okkur og það er hérna gangandi mikrofón sem heitir Magnús og hann mun rétt ykkur þetta til þess að flæðið eða streymið þar að segja geti verið með. Og ef að þið byrjið að spjalla rosalega mikið ykkar á milli, þá mun ég reyna að segja það aftur, ekkert af því að sé svona einhver minnisklöp, heldur bara því að þá fær streymið aftur að vita hvað gerðist. Þannig að er einhver sem vill ríða á vaðið? Eða viljið að ég ríða á það? Ég heyrði á hann, já! Getur svo manneskja að stíða þess fram og sagt, af hverju sagðirðu já? Já, takk. Ég ætla að byrja að þakka ykkur öllum fyrir mjög áhugaverð innlegg og hérna þetta er ólík sjónarmið og mjög þarft og gott að fá þetta öll þessu sjónarmið inn. Og hérna Sigríður talaði þetta frá heimspekilegu sjónarmiði. Ég er eiginlega sammála ykkur öllu, sko, svo hann Oddur líka, ég þekki til þinna góðu starfa og ljósmynda og allt þetta og hérna það er ekkit, ég er alveg sammála þessi spurning er að vissu leyti svolítið fáránleg en síðan komum við á raunveruleikanum og það er kannski það sem að aði kemur inn, sko. Því miður, þá þurfum við lifum í ákveðnum raunveruleika, við þurfum kannski að taka tillit til hans í okkar viðleitni við að afstýra þessum hörmungum sem við stöndum frammi fyrir, orða það sterkt. Já, ég veit ekki hvað ég var að segja frekar. Mér finnst það bara upplýsandi að hlusta okkur, ég ætla bara að láta staðan mig hér og leyfa öðrum að svara kannski einhverju ákveðinu. Dásalegt. Má bjóða ykkur ykkar að taka boltann þar sem að hún skildi hann eftir? Ég held að ef ég skildi rétt þá hafi þetta verið svolítið svona í lokin einhvern veginn tilvísun til orkuskiptana, eða ekki? Já, ekki sérstaklega. Nei, almennt, ok. Já. Ég get ekki annað sagt en bara ég er þessu sammála. Við getum auðvitað gagnrýnt kerfið og hugsanlega rætt það hvort að samfélag okkar ætti að taka upp einhver önnur viðmið. Það er á endanum sameiginleg ákvörðun okkar. En meðan við búum við það fyrirkomulag sem við erum með í dag, óttast ég mjög að neita að skipulega bera saman ábata verndunar og ábata nýtingar og ég óttast að það halli á náttúruna við þau skilin. Ok, mér langar að kannski nefna tvennt sem ég hugsaði þegar ég var að hlusta á ykkur. Þetta voru æðislega erindi, takk kærlega. Mér fannst náttúrulega svolítið fallegt að eiginlega tengdust þið Sigríður og Daði þegar þið fóru að tala kynslóðirnar því þú varst að tala börnin og þú varst líka að tala börnin á þinn hátt því þú talaðir komandi kynslóðir og þannig mikla vanda sem okkur sem eru lifandi hverju sinni er fyrir höndum þegar við reynum að taka ákvarðanir sem að
þóknast okkur, gagnast okkur en þó þurfa líka að gagnast þeim sem eftir koma. Og ég var einmitt að hugsa þetta því ég reyndi að komast inn í Alþingi í gær, þar sem Andrés vinnur, og það komið nýtt hús, ótrúlega fallet hús sem heitir Smiðja og það var hannað þannig að allir getur verið á neðstu hæðinu, nema nú búið í staðinn fyrir að allir komist inn á neðstu hæðinu og getur bara dvalið þar saman sem samfélag, þá búið eitthvað svakalegt vopnaleitarhlið þarna og það er eitthvað svona lítill hólkur sem maður þarf að fara inn í og maður hugsa er þetta tímavél, nei þetta er vopnaleit og svo er önnur vopnaleit þar fyrir innan, þetta er svo að fara inn á Schengen. Og ég hugsaði bara ok, þannig að þetta er svona rosalega hættulegt fyrir Alþingi að fólki getur bara lappað inn út úr þessu húsi og þetta fannst mér einhvern veginn vera einhver myndlíking fyrir einhvers konar vanda sem við erum komin í þegar stjórnkerfið farið að hugsa ok, borgararnir eru ákveðin ógn, þú veist, vegna þess að það er ekki svona vopnaleit á Laufásborg, samt er miklu mikilvægara fólk sem vinnur þar og er þar, heldur en fólki á Alþingi finnst mér og mikilvægara að verja þau fyrir einhverjum nutcaseum að því fullorðna fólki á Alþingi getur miskunnst reynt að verja sig sjálft. Þannig að ég fór bara að hugsa og þetta endurspeglast náttúrulega mjög mikið í því sem að kannski Sigríður var að tala hvernig laun og annað eru skipulögð, að þeir sem að annast börnin eru með brot af þeim sem annast peningana. Þannig að ég finnst svolítið erfitt ef ég má bara segja varðandi það sem þú ert að segja þetta að kerfið er svona og við getum reynt að bæta það en þá er það skásta sem við höfum pælingin eins og ég skildi þig eða alls konar göt í því. Nei, ok, hvað varstu að segja? Þar segi ég, meðan að kerfið er svona þá þurfum við einhverja nálgun sem hjálpar okkur að taka upplýstar ákvarðanir í því kerfi. Já, þannig að forsendan er þá alltaf svo við verðum að halda áfram að nýta og að fara lengra í að... Já, allavega verðum við einhvern veginn að taka ákvarðanir sem ekki bitna á kynslóðum framtíðarinnar. Þetta er náttúrulega kerfi sem byggir á hagvexti, þannig að ég var að kenna við viðskiptafræðideild í Þýskalandi í vor og þau sögðu við með viðskiptafræðingarnir við erum með módel sem virka ekki lengur. Við vitum að þau virka ekki. Við erum ekki komið með ný módel. Getið þið við vorum heimspekingar hjálpa okkur að vera bara að tala þetta óvissu ástand. Við erum ekki komið með lausnir. En mér finnst svolítið cop-out þegar viðskiptafræðin segir við verðum bara að vera í þessu kerfi að því við höfum ekkert skárra. Það er líka spennandi og kreatíft að fara svolítið inn í óvissuna. Því annars getur maður bara verið í einhverjum status quo flokki. Og þetta eru svo gífurlegar breytingar sem er að gerast. Og já, við verðum einhvern veginn ég var að tala í lokin einmitt að, þú veist, meðan við búum við kerfið þar sem við erum að vinna fyrir eitthvað peningaský sem er ójarðtengt. Þetta er hagkerfið. Þú veist, það vita þetta allir. Þetta eru nýju fötin keisarans og út okkur tölum við áfram eins og já, við verðum bara að vinna með þetta. Út okkur förum við ekki svolítið bara, já, þessi módel virka ekki lengur. Allt í lagi að fara þangað, það er heimspekilegt. Það er kreatíft, það er lifandi. Oddur nefndi orð sem ég hef aldrei heyrt áður er hræðilegt og það er haghjöðnum. Getum við talað aðeins haghjöðnum? Já, ég náttúrulega hef ekki miklu fræðilega þekkingu á þessu, en hins vegar veit ég það að nánast allar ríkisstjórnir verða að stefna að hagvexti. Það hlýtur að koma að því, bara eðlisfræðilega séð og hvernig sem á það er litið, að þetta gangi ekki lengur. Veldisvöxtur hann endar örugglega með hruni. Og hvort að mannkynið tekur sig til og stýrir þessu, hvernig við hægjum á þessu að minnsta kosti, því að til dæmis svo í Kína er búið að vera 10% hagvöxtur eða meira áratugi og það er alveg skelfilegt til að hugsa. Ég ímynda mér að það sé mikilvægt fyrir mannkynið að búa sér til eitthvað skipulag til þess að taka á þeim annarkvort að stýra hagkerfinu inn í hæfilegan eða inn í hæfilegan vöxt. Hagvöxturinn er nánast alltaf byggður á rányrkju eða umhverfisspjöllum eða hvora tveggja að svo miklu leyti. Og sem sagt að menn reyna að átta sig á því hvernig er hægt að annarkvort að búa sig undir það að hagurinn færi hjanandi í staðan fyrir vaxandi
eða þá að stýra því einhvern veginn inn í þann farveg. Ég langar alltaf svo að Ísland sé einhvern veginn framar í því að þora að taka áhættu svona kerfis pælingar. Þú veist að við erum svo fá og við erum enda svo tengt að við gætum gert svo margt stórkostlegt þó að það sé smá svona tilraunabragur á því og séð hvort það gæti virkað. Og til dæmis, hvað myndi gerast ef Ísland myndi ákveða að hafa neikvæðan hagvöxt fyrirfram í 10 ár til þess eins að reyna að slá einhvers konar vernd utan náttúruna? Hvaða fórnir þurftum við að færa og værum við til í það? Hvað heldur þú það? Ég held að þetta sé mjög flókið. Í fyrsta lagi vil ég segja að ég frábið mér því að vera hér holdgerfingur heimskapitalisma. Ég keyrði ekki á ofsahraða hingað niður til þess. Þannig að ef að menn vilja gagnrýna það kerfi þá er það bara önnur umræða. Ég var hér bara til þess að velta fyrir mér þarf að verðleggja náttúruna eða ekki. En sko, jú, ég meina þú veist, það þarf þá að gera einhverja alveg grundvallarbreytingar. Vegna þess að reynslan sýnir að hagkerfi sem ganga í gegnum slíkt yfirleitt með umtalsverðu atvinnuleysi upplifa gjarnan að misskipting eykst þegar hagkerfi skreppur saman. Og tilfellið nú, þið veitir, ég skil mjög vel. Í fyrsta lagi blasir við að veldisvöxtur bara einhvers fyrirbæris hlýtur að vera endanlegur. Það er mjög auðvelt að sýna fram á það. Þannig að þetta eru allt vandamál sem við þurfum að hugsa um. En það má samt ekki gleyma því að þessir áratugir frá 1978 til svona 2008 að vöxturinn í Kína þetta lyfti 800 milljón manns úr sárri fátækt. Hefði einhvert okkar verið tilbúið að skipta við einhvert af þessu fólki? Sko, við þurfum allavega að sýna því svona ákveðinn skilning að hvað er síðan nóg? Það er mjög erfitt. Hversu mikið er nóg? Þá get ég varpa þeirri spurningu bara tilbaka til Sigríðar því það er ekki fyrir hagfræðinga að svara. En má ég koma inn á Kína að þar eru 150 milljón til 200 milljón börn skilin eftir út á landi þegar foreldrarnir fara að vinna í verksmiðjum, að því Kína er svona verksmiðja fyrir heiminn. Þú veist, hvaða katastrófur eiga eftir að koma út úr því? Börn sem eru skilin eftir, alla sína æsku, hjá einhverjum ættingjum eða aðstandendum, þú veist, hvaða verði erum að kaupa þessa vél? Ekki við. Ekki við þér einnig. Nei, ég er bara að tala um heimskapitalismann. Já, en nú eru 2 komin á mælendaskrá sem er gríðarlega jákvætt af því við viljum hafa samtalið eins vítt og hægt er. Annars vegar Rán og hins vegar Andrés, spyrir sko ekki íslenskt, ég þekki öll með nafni sem Svo er landvörður. Og svo er landvörður, frábært, ég ætla bara að kalla hann landvörður, ég veit ekki hvað hann heitir. Þannig að Rán gjörði svo vel, hún er hérna alveg fremst með ljósthár og þarna var hönd á lofti. Já. Þar er ég að tala í svona. Já, fyrir streymið. Ég bara, minnst svo svona óþægilegt að hugsa, þetta fellir fullkomlega undir hérna óvissu þáttinn hennar Sigríðar og ekki hérna hins svokallaða raunveruleika. En að því að þegar við hugsa virði, þá hugsa við sko, einmitt hvers virði er náttúran fyrir okkur, en við deilum þessari jörð með svo mörgum öðrum sem að hafa líka einhvers konar virði tengingu við náttúruna sem að við munum aldrei geta lagt mat á. Og við tölum einhvern mannkyn og kynslóðir og komandi kynslóðir og það er allt fólk. Og við erum svo miklu fleiri. Já. Þannig að þinn punktur er aðalega bara rosalega þetta mannmiðu samræða. Já, nákvæmlega. Ok, takk. Flott. Andrés? Já, það er satt. Andrés? Já, takk heiti Andrés, ég er þingmaður Pírata. Sko, ég er ekki sérfræðingur í heimskapitalismanum, en ég held hann sé sko stundum kreatífari en við gefum honum kredit fyrir. Þannig að haghjöðnun er eitthvað sem hann sko ástundar án þess endilega kannski að átta sig á því. Í ríkisfjármálum til eitthvað sem heitir aðhald og það er föst kennisetning í opinberum fjármálum að gera aðhaldskröfu á opinbera stofnanir 1-2% ári og þannig er trúin svo að náist fram skilvirkni og stofnanirna verði betri með minni pening. Þannig að þau geta gert þetta í kringum samneyslun okkar þannig að það hlýtur að vera hægt að víkka konseptið út þannig að það náist yfir allt samfélagið. En þetta var ekki það sem ég ætlaði að segja heldur.
Þegar Sigríður var að tala sko að það væri kannski pínu trist að vera að mæla náttúruna út frá einhverju verðgildi og orðið ómetanleg væri, partur af því, þá fór ég líka að hugsa sko ómetanleg rosalega erfitt hugtak vegna þess að allt sem óendanlegt sko, við höfum rosalega erfitt með stóratölur bara sem skepnur, en sko með þær stærstu, með óendanlegt, þá eigum við brjálæðislega erfitt. Og ómetanleg náttúra jafn problematískt og það að okkur fannst fyrir rosalega stuttu síðan að við ættum bara ótæmandi náttúru. Ég búin að vera í þessum stjórnmálabransa í 15 ár og sko þegar vorum að tala rammaáætlun þegar ég byrjaði, þá hljómaði fólk alltaf eins og við ættum bara endalaust að einhverjum virkjunarkostum. Það væri bara hægt að plokka þetta trjánum út í þetta óendanlega. En svo bara varð raunin svo þegar var búið að safna saman öllum hugmyndum að karfan var miklu minni en við héldum, og sama ef maður að heyra núna í vindorkuumræðinni, þið þekki frasan það skorti nú ekki vindin á Íslandi, það blæst nú nóg hérna, en samt erum við eigum hérna 100.000 ferkílómetra af landi, það er tæmandi resurs fyrir það hvar þú getur tróðið staurum. En fyrir vikið sko verður reikningsdæmið af því að ef þú heldur að þú eigir óendanlegt af einhverju, þá verður verðgildið miklu lægra. Ef þú heldur að þú eigir meira af þessari náttúru, þá hún ekki lengur ómetanleg, heldur hún bara dálítið ódýr. Það er mjög ódýrt að fórna landsvæði að þú heldur að það eigir bara skriljón landsvæði viðbót í rassvasanum. Ég var með eitthvað punkt en ég gleymdi því í heimskapitalisminum. Ég treysti því að Sigríður taki þetta. Þú ert að hugsa ómetanlegt og draga jafnaðarmerki milli óendanlegt. Svo landvörður. Og svo kannski, svo einni viðbót hér í 3. röð og svo ætlum ég að biðja ykkur öllum að bara koma það sem ykkur langar út frá því sem þið hefur heyrt og svona alls ekki ramma það eins sem ykkur óvinn eða fulltrúa kapitalismans, það ekki sanngjarnt. Þið megið það. Já, nei, við ætlum ekki að gera það. Nei, við viljum hafa svona we come with peace feeling í herbygginu. Já? Já, ég vildi bara segja með hagkerfi og hagvöxt, þá eru það sem talað í heimsmarkmiðunum grænn eða sjálfbær hagvöxtur, það markmiðið, það ekki hvernig má gera hagkerfið umhverfisvænara, það hvernig gerum við umhverfismarkmið væn hagkerfinu. Og svo vil ég líka segja að Daði nefndi sko að já, náttúruna ofar hagkerfinu, samt hann hræddur það að halli nú á náttúruna ef hún borið saman við peninga. Hún þá ofar eða hún neðar? Svo vil ég líka segja að það ekkert hægt að gera fyrr en við náum að sannfæra auðvaldið það að það sé ekki gott að vera ríkur. Það mun ganga seint. Það svona Laxnesslína, jæja. Heyrðu, við ætlum að fá hérna 3. línuna og svo Stefán og svo svörum við smá eða hugleiðum út frá þessu. Við erum í toppmálum hvað tíman varðar og það má gefa þessu eitthvað svona fuglahljóð ef fólki finnst þess að við þurfum að standa upp eða eitthvað svona hreyfa okkur. Þú veist, þá kemur það bara óvæntri átt, ekki svolítið. Já, takk fyrir. Jón Atli Árnason heiti ég. Ég þakka ykkur fyrir inngangserindin. Þið eru mjög góð og ég getur unni tekið undir það sem þið voru að segja og verið samanlega með það voru að segja það, en síðan þegar maður setja þetta saman og hugsa að þá ég sammála því að maður eigi helst ekki að setja verðmiða á náttúruna vegna þess að hún í rauninni yfir það hafin að það sé hægt að setja krónur og aura verðmerki á hana. En ég líka sammála því að það verður eiginlega að gera það til þess að þegar verið að bera saman nýtingarkosti á móti því að láta náttúruna vera eins og hún eða verndana, að þá verði að setja verðmiða á til þess að það gangi upp. Hins vegar, hvernig gerir maður það? Nú myndar mjög fallegum fossi fyrir ofan ykkur og verkfræðingur gæti örugglega horft á hennar foss og sagt að hann svona mikils virði út frá þeirri orku sem geti komið úr honum ef hann væri virkjaður. Þeir sem ekki vildu virkja hann þyrftu þá að setja einhvers konar verðmiða sem kæmi á móti því. Og hvernig það gert? Það eftir stærð eða vatnsmagni eða fjölda túristar sem koma að horfa á hann eða áhrif framböðar árinnar fyrir fiskmiðin í kringum landið?
Það eru svo margar breytur sem kom inn í það þegar verið að meta náttúruna til verðgildis að það eiginlega óendanlega flókið. Og mér finnst að þurfa kannski aðeins að ræða það. Ég heiti Stefán Jón Hafstein og ég held að þetta sé alveg réttur punktur. Þetta óendanlega flókið og það erfitt að fá hagfræðinga til að viðurkenna það. Þeir halda að þeir hafi öll ráð í hendi sér. Það voru hressandi að vera á svona fundi þar sem að maður getur verið mjög sammála þremur frummælendum því að öll höfðu lög að mæla á sinn hátt og mér langaði að taka upp 1 eða 2 punkta af því mér fannst aðeins missa því þó var komið inn á það sem Oddur myndist á sko, ef við ímyndum okkur það í framhaldi sem hann segir að við hér á hafsbotninum hugsuðum okkur það að allar lífverur á jörðinni fengi rétt til að bera fram spurningu og gætu það. En dytti engri þeirra í hug, engri, nema okkur að spyrja hvers virði náttúran. Þetta algjörlega mannlæg umræða, við erum hér og teljum okkur dálítið yfir aðra skepnur og plöntur og lífverur og svifþörunga í hafin og það að vissu leyti staðurinn sem við erum á. Við Homo sapiens er bara komin á þann stað að nú kennt heilt jarðsögulegt skeið við okkar framlag til eyðileggingar náttúrunnar. Mannöld, mannskeið, antropósín. Þannig að það verður mjög erfitt og nánast ómögulegt að vinda ofan af þeirri 200 ára þróun sem hófst með innbyltinguna, eins og ég talaði 10.000 ára þróun sem hófst með því að við hófum akuryrkju í þá nýju jarðsögulegu skeiði sem hét Holocene. Þannig að þetta alveg óendanlega erfitt og ef að hagfræðingarnir segja, við ætlum að leysa þetta og þá tek ég líka undir með Daðama á þessum tíma, á þessum punkti, þá verðum við að koma inn í umræðuna á þeim forsendum sem ráðandi öfl gefa og reyna að slá þau köld þar. Það verður mjög erfitt, við reyndum það í Kárahnjúkadeilunni og þá var bara sagt, það engar aðferðir til að meta verðmæti þessu við ætlum að eyðileggja, þannig að út á borðinu með þetta. Að minnst þú minnist ég Valgerðar nokkura Sverrisdóttur sem hafði þau orð. Á hinn bóginn líka mjög hættulegt að fara út í þetta reiknistæmi því að ég kem í dag og segði að því að við Guðlaugur Þór eru nágrannar og við okkur antum Keldnaholtið. Þetta Keldnaholt, það verður fegursti garðurinn í borginni. Þá bara komið vermið á það. 50 milljarðar króna sem eiga að fara til að borga fyrir borgarlínu. Og við getum ekki keppt við það. Og í okkar heimi, þar sem auður og völd hafa safnast saman á svo örfára manna hendur, þá munum við alþýðan í Hannesarholti eiga mjög erfitt með þegar kemur til kastana að bjóða betur. Þegar sérstökleg og mikilvæg verðmæti koma til skjalana. Þess vegna þurfum við átt okkur á því að þetta getur verið beggja handa járn að fara þessa leið. Og í þriðja leið svo ég klekki út, fundarstjóri, að sko þessi mannlega nálgun okkar, jafn skiljanleg og nauðsynleg hún í raun og veru á þeim sögulega punkti sem við erum á í dag. Þá stillir hún okkur upp á gagnvart því að taka ábyrgð á þeim sem ekki fá eða geta spurt spurningarinnar hvers virði náttúran og förum þá bara upp í Grafarvog. Þar á að byggja, þeir segja 10-12.000 manna byggð, hún verður miklu stærri og þéttari, við vitum það, að því að hvatinn til að byggja þétt og stórt upp í Keldnalandi svo ríkur peningalegu hvatinn fyrir fyrirtæki sem heitir almennar samgöngur. Í Grafarvogi orkustöð fyrir 1000 farfugla á hverju einasta vori. Nú verðlaunaskipulag sem gerir ráð fyrir því að það verði risastórt því ég kalla fótanuttaki byggt út í voginn svo fólk geti verið að sulla og leika sér á aðal fæðustað farfuglana. Það löngu búið að sýna fram á þetta, það eru mjög áberandi og góða skýrslur þetta, hversu mikilvægur Grafarvogurinn fyrir farfuglana sem koma þarna til að fita sig og byrgja sig upp af næringu. Sérstaklega á vorin, 1000 saman, mjög margar tegundir.
Nú að því, þegar þessi verðlaunatillaga kom fram, þá voru vinir minni hér í 101 óbóðslega hrifnir, sérstaklega byggja út í Voginn. Og ef maður sagði við þá hérna, það er hérna fuglar sem þurfa á þess að halda, og ég ætla ekki að nefna þá, ég get gert það í góðu tómi hvaða snillingar þetta var mjög áhrifamiklir skoðanaleiðtogar í okkar samfélagi. Hvað eru nokkrir fuglar? Búum við ekki í borg? Hvað er löng strandlengja Íslands, geta þessi fuglar ekki farið? Svo loftið allt yfir þeim. Málið er það að þetta er orkustöð fyrir fugla sem annars hefðu ekki í annan voga að leita. Og hver talar þeirra máli þegar kemur til kastana? Það eru sjaldnast mennirnir sem eru að hugsa eigin hag. Þakka þér, Fundarstjóri. Flott, æðislegt. Sko, við datt í hugurindar eitt þegar þú varst að tala, ég ætla bara að fá að skjóta því af. Ég fór að hugsa, djúvillig jörðin ógeðslega klár. Hún er potið búin að láta okkur nota þessa mannmiðuðu nálgun til að losna fyrr við okkur. Þú veist, vegna þess að í alvörunni, við erum bara með þessum hætti að fara að klára okkur miklu fyrr og getur hún bara að fara að kæla sig aftur og haft það gott. Þannig að ég held að kannski sé það bara besta sem við getum gert er að viðhalda þessari mannmiðuðu nálgun og dúndra okkur fram að hengifluginu, jörðinni til heilla. En það voru komið upp alls konar pælingar hér. Ég hugsa svo oft þegar þið eru að tala, því það er alltaf að koma aftur og aftur sami þráður sem mér finnst vera svolítið svona kannski áberandi undirliggjandi og það er það við höfum þetta hagkerfi, við höfum þau mælitæki sem hagkerfi hefur gefið okkur og við höfum ekki alternatíft módel. Það er vandamálið. Eins og Sigríður var að tala hún er beðin að fara ekstra á brainstorm ekstra í útlöndum nýtt og annað kerfi og þá væntanlega kerfi sem er vistfræðilegra heldur en þetta hagkerfi. Við segja frekar, við viljum bara frekar viðurkenna við erum í þessa óvissu og við þurfum að skoða hana. Já. Og við erum ekki að koma með ný módel. Nei. En bara viðurkenna það. Og við erum í óvissu. Eins og alkoholistinn finna botn. Já, Dani. Bara, vil ég bara grípa þetta síðast, að við höfum ekki annað módel, en við erum heldur ekkert að búa neitt annað módel til. Og það verður ofsalega þunglindislegt ef við stöndum frammi fyrir því að við höfum tvö kerfi og annað mun alltaf ráða. Sá sem hefur meiri peninga mun alltaf vinna leikinn. Hvað eigum við þá að gera? Þetta er mjög deprimerandi. Það verður eins og örlagahyggja. Peningarnir verða alltaf betri. Farðu bara og hengduðu vinurinn. En samt, ég meina, ef að þetta væri svona, væri þá ekki mannkynið löngu búið að tortíma sér. Við höfum haft endalaust tækifæri til þess og tól til þess og nógu vitlaus erum við og það hefur ekki gerst ennþá. Það er einhvers konar von í því. En viljið þið kannski koma með einhvers konar, ég get bryfjað upp hvað fólk var að tala eða ef þið munið eitthvað eða, já? Sko, því að kom nú í að byrja spurningu hvaða aðferðir eru og þetta of langt sett af leiðum til þess að ég geti farið yfir einhver tæmandi lista en ef ég tek dæmi, ég hef verið mjög mikill áhugamaður að virði náttúrunnar sé tekið tillit til hennar í ákvarðanatöku mjög lengi og með Brynhildi Davíðsdóttur kollega mínum, prófessor við Háskólann, að þá fórum við á stað með verkefni upp í Heiðmörk sem var að meta virði vistkerfisþjónustu Heiðmerkur verkefnið. Og við fórum bara skipulega yfir alla þá mismunandi þjónustu sem að náttúran þarna veitir og völdum svo aðferðir til þess að meta hverja á eina. Og ef við tökum dæmi að þá er þarna neysluvatnsbrunnar fyrir Reykjavík, hvernig metur þá til fjár, þetta er ekki vara sem er seld, hún er raunverulega bara veitt Reykvíkingum á kostnaðarverði. Og menn getur haldið að hún væri þá óendanlega mikils virði vegna þess að ekkert okkar getur lifað án vatns eða eitthvað svoleiðis. En það eru aðrir neysluvatnsstraumar ekkert langt frá og við mátum sem sagt virðið sem kostnaðinn af því að nýta þá. Þetta er eitt dæmi. Kallað replacement cost. En þegar við síðan förum að taka þetta saman, ólíka
ólíka hluta við skógurinn, hvaða þjónustu hann veitir. Hvað haldið þið að hafi staðið upp úr af öllu því sem verðmætt í Heiðmörk? Það voru menningarlegu verðmæti. Þau báru höfuð og herðar yfir allt annað. Og við mældum með 2 ólíkum aðferðum. Önnur felst í því að einfaldlega bara stoppa fólk og spyrja hversu oft heimsækjuru Heiðmörk, hversu lengi ertu, hvaðan kemuru, bara spurtur póstnúmerið. Kemur í ljós að þetta er svona svo 4 sem verðmætara heldur en vatnsauðlindin þarna. Þannig að til dæmis þegar Orkuveitan að tala það hvort ég að loka Heiðmörk af því að þetta sé mjög mikilvægt vatnsverndarsvæði og ógn við vatnsverndina, þarna sé fólk að ferðast og eitthvað svona, þá verið að væri slíka ákvörðun tekin, væri verið að fórna meiri hagsmunum fyrir minni. Síðan hægt að meta bara virði þess að eitthvað sé til óháð því hvort þú notar það nokkuð tíman eða ekki. Þessi ferðakostnaðaraðferð svo kallaða sem ég nefndi áðan, hún metur virðið út frá hegðun. Það hlýtur að vera þannig að virði þess að koma upp í Heiðmörk sé meiri heldur en kostnaðurinn að því að koma þangað. Þar með eru komið einhver svona neðra mat fyrir hvert virðið. En síðan þetta að spyrja bara beint. Og við gerum það í gegnum svona tilraunir, við komum með alls konar tillögur að breytingum og nýtingu Heiðmerkur og hvað og sem sagt báðum fólk að bera þá kosti saman og fundu svo út frá því hvernig fólk svaraði því hvaða virði það taldi aðgangin vera og þá fengum við ennþá hærri tölu. Eru þessar aðferðir fullkomnar? Jesús nei, ég var algjörlega heiðarlegur, ég sagði ykkur þetta í inngangserindinu. Þannig að, já. Segjum bara, afsækja þetta framlöf mitt, Reyni heiti ég. Mér langar að spyrja þetta að ef væri sambærileg svæði og Heiðmörkin, einhver staðar, segjum bara innan miðhálendinu eða bara fyrir Austurlandi, langt í burtu, erfitt að koma stað í, en samskonar svæði, myndur þið meta það jafn dýrmætt? Með þessar aðferð? Já. En nei, ekki með ferðakostnaðaraðferðinni vegna þess að augljóslega er það minna sótt og við erum núna að hefja, ég ásamt Jóni Geir Pétursinni, prófessor við Háskólann, að hefja samstarfsverkefni við skógræktina eða skógaland það að reyna að leggja einhvers konar heildarmat á þetta menningarvirði í íslenska skóga. Það er alveg ljóst að það verður alltaf eitthvað samhengi á milli nálægðar og þessa virðis sem þetta með ferðakostnaðaraðferðinni. Tilvistin hins vegar, það allt öðruvísi mál. Þú geti verið á því að einhver staður ætti að vera verndaður þrátt fyrir að þú hafir enga sérstaka hugmyndu þá ætli nokkuð tíman að heimsækja. Það ekki auðvelt að meta þetta en það er gert og sama á raunar við fuglana Stefáns að það væri hægt að beita sambærilegum aðferðum við það þó að hann fullyrði að greiðsluviljinn eða að virði þessa fugla í miðbæ Reykjavíkur sé lítið þá myndi ég leyfa mér að hafa opinn huga áður en ég nálgaðist þá spurningu og ég vissum að við fengjum einhverja niðurstöðu úr því. Gallaðar, já. Gagnslausar, ég held ekki og sérstaklega vegna þess að það eru bara svo mörg dæmi það að niðurstaðan hafi verið önnur heldur en nýtingaraðilar eða þeir sem vildu nýta auðlindirnar frekar en að vernda þeir bjuggust við og hafi trompað raunverulega nýtinguna. Get ég garanterað að gerist alltaf Jesús Kristur? Nei. Það er bara einfaldlega ekki þannig. Já, mér er þetta í hug sambandi við þetta með virði neysluvatnsins sem kemur upp úr Heiðmörk og hins vegar menningararfleifðarinnar. Það hefði kannski verið hægt að spyrja fólk sem að væri aðframkomið á þorsta. Og við þekkjum það ekki hér á landi. En bara svona sem innlegg. Þetta er bara 100% rétt. Að virðið er allt annað ef að hefði verið ekkert alternatív. Ef að hefði verið mögulegt, af því að það er mögulegt að taka sama magn af jafngóðu vatni upp á Hengilssvæðinu eins og er hægt að taka úr Elliðavatnsstrauminum í Heiðmörk, þá er það bara annað mál.
ef þú spyrir sömu spurningar, ef að þetta Gvendabruna væri miður í Sahara-eyðimörkinni, þá væri þið bara algjörlega ómetanlegir þar sem þeir eru, sko. Þannig að þetta fer eftir samhenginu. Og sama eins og þú varst að spyrja hérna áðan, að heiðmörk á Héraði er ekki sama fyrirbæri og heiðmörk í skotfæri við Reykjavík. Það er í sambandi við hluti þegar við erum að verðmeta þá, að og eins og til dæmis hér gjarnan gert á Íslandi, að það er búin til einhver nefnd sem að metur orkuþörf landsmanna. En alltaf þegar orkuþörf er til umfjöllunar, þá er bara átt við óskir manna eftir viðbótar orku. Eða að menn telji sig geta grætt á orkunni. Það er óáháð eiginlegri þörf fyrir meiri orku. Og nægjusemi er dyggð. Já, Sigurður Þráinsson heiti ég og starfaði í náttúruvernd í tæp 40 ár og velt fyrir mér virði náttúrunnar oft á tíðum í því starfi og í tengslu við framkvæmdir og breytingar á náttúrunni. Og þegar Daði nefnir að hann ætlar að fara gildi íslenskra skóga og spyrja að sjátt við með íslenskum skógum vegna þess að stór hluti af íslenskum skógum, svo kalluðum, samansettur af framandi tegundum, hefur í raun og veru ekkert með íslenska náttúru að gera. Þetta er innflutt náttúra og í raun og veru stærsta vistkerfi jarðar sem við verðum að taka upp og reyna að koma á hér á landi. Vistkerfi sem var ekki til hér á landi. Fyrir svona 70 árum. Og í því samhengi að þá tekum við séð að litið á það að sjálfbær þróun og heimsmarkmiðin koma upp í Ríó-fundinum 92. Þar voru samþykktir tveir alþjóðlegir samningar, samningur líffræðilega fjölbreytni og loftslagssamningurinn, og þegar við lítum á virði náttúrunnar, að þá skiptir tegundar fjölbreytni og fjöldi einstaklinga og tegundar máli. Maðurinn er eina tegundin sem hefur lagt undir sig öll vistkerfi jarðar og hefur áhrif á öll vistkerfi jarðar og hefur gert það í þeim tilgangi oft og tíma að aukast. Nýta náttúruna. Þessum langar að spyrja þegar þið ætla að skoða íslenska skóga og verðgildi þeirra eða gildi þeirra og mikilvægi. Er það birkiskógarnir? Erum við að tala alla skógarnir? Þetta eru allir skógarnir, en eitt af því áhugaverðasta er þessi spurning sko, með birkiskógana, og þetta eru auðvitað allt réttar athugasemdir. Ég hef persónulega haft gríðarlega mikinn áhuga á þessu. Sem sagt, er það vilji þjóðarinnar, sko, eða hvað segja, endurspeglar menningarvirðið líka í þessum þáttum, þú veist, hvers konar skógur þetta er. Og það eru margir í þessum geira sem að hafa mjög mikið áhuga á þessu. Þeir sem hafa farið nú erum við fann að ræða skógrækt hérna, en þeir sem hafa farið sko landbúnaðarskógana sem að hafa auðvitað mjög miklu leyti einkennt skógrækt á Íslandi í dálítið langan tíma. Þetta er í eðlinu ekki neitt náttúru neitt, þetta er bara landbúnaður út hérna holt og móa. Áttar sig á því að þetta eru mjög einsleitir og leiðinlegir skógar. Alveg óháð því hvort að þér finnist þeir fallegir eða ekki, eða kannski hvort þér finnist trén fallegir eða ekki, að þá eru mónokúltúrar bara, og þetta er eitt af því sem við höfum mjög mikið áhuga á því að skoða. Það er sko, upplifun fólks af fjölbreyttum skógi, náttúrulegum skógi önnur heldur en að ræktuðum skógi. Þetta veitum við bara ekki, en þetta er eitt af því sem við höfum áhuga á að skoða í þessu verkefni. Nei, ég ætla bara að vera áfram í óvissunni. Já.
En mátti ég spyrja að því að við vorum aðeins fyrir að tala hérna aðferðir, þú veist, við erum orðin mjög, ég veit ekki af hverju, en við erum orðin mjög svona strategísk í þessu samtali. Það bara þróast þannig svo aðeinslegt. Það má þróast eins og það vill, rétt eins og okkur fallegu skógur. En þetta replacement cost dæmið þarna sem við talum á þann, það er hægt að gera þannig möt án þess að það sé alltaf sko aftur að því ránkom með þennan punkt sem hefur síðan aftur endur að við séum alltaf að hugsa svolítið svona fyrir okkur og út frá okkur. Þú veist, er hægt að gera slikt mat en út frá vistkerfinu í heild kannski eða eitthvað slikt? Já, sko, sem sagt í fyrsta lagi, ég var alveg heiðarlega með það, ég sagði hagfræðin, þetta er andrópósentrísk, þetta er mannhorfsvísindagrein. Þannig að ef þið ætla að spyrja mig eitthvað svona, þið vitið hvað finnst fuglunum, þá get ég bara ekki hjálpað ykkur. En sem sagt, nei, sko, og það er eiginlega þess vegna gaf ég svona ófullkomið svar, það er eiginlega þannig að í hvert skipti þarf þetta einhvern veginn að reyna að finna áreiðanlegustu leiðina til að meta. Og þetta replacement cost, það er eiginlega alveg réttilega hjá þér, það er eiginlega bara hægt að nota þegar þú ert að tala einhvers konar efnahagslega starfsemi, vatnstaka er efnahagslega starfsemi, og þú ætlar að koma með einhverja efnahagslega, það er að vísa ekki alveg rétt. Votlendi sem að meðal annars veitir þá þjónustu að hreinsa vatn, að þú getur nota replacement cost, sagt hérna ég ætla að þurrka upp þetta votlendi, það hefur einhverjar afleiðingar og þá fer ég að setja upp hreinsistöð fyrir vatnið, hvað kostar hún? Þá er þetta að nota það sem eins konar mat á þessa þjónustu. En yfirleitt er þetta, þið vitið, ekki þannig. Og replacement cost er bara ein af mörgum aðferðum. Ég nefndi hérna ferðarkostnaðaraðferðina, travel cost, sko, svo eru til margar aðeins. Þetta er alveg bara listi af aðferðum. Þarna. Mikrofónin er dáinn. Ok, ég skal bara rétt súmur upp það sem fólk segir, ekki svo vel. Ég finnst að kynna mig þetta í upphafi eftir þessa löngu þögnatími í Hauksvall Jónsdóttir heiti ég. En mér langar hérna til þess að spyrja hagfræðingina aðeins. Sko ég nefndi þetta reyndi og innlegg afar áhugavert og gaman og fræðandi hlustaða. Varðandi hagfræðin og sagði þetta er raunveruleiki og við búum við ákveðin raunveruleiki. Við verðum, ég er svo sammála að Sigríði, við verðum að fara út úr þessum breyta raunveruleikanum. Því að öðruvísi getum við ekki tekist á við vandamál sem stendur fram. Vegna þess að ef við höldum áfram, við byggjum mannkynni reynga, það byggir aftur sína á náttúrunni. Ég held að við séum öll mjög sammála það og við verðum að standa vörð hana. Hvernig, hvað svo sem það tíðir og í smáatriðum. Sko, hvernig er hægt að takast á við þetta vandamál án þess að breyta hagkerfinu, ykkur uppfallega. Það er þessi neysla og þessi endalausi vöxtur, hagvöxtur og svona, sem er náttúrulega, það er það sem er í grunninn að fara með bæði líffræðilega fjölbreytni og breyta loftslaginu. Við erum að, það er svo erfitt að Já, ég svöra við þessu. Ó, Jesús, og ef ég hefði þau, þá væri ég ekki hérna að tala við ykkur, ég væri hérna, þú veist, farin út í heim einhvers til þess að hagnast verulega á þessari þekkingu minni. Nei, en hérna, ég ætla að boða fagnaðarerindið. Sko, það sem allavega hefur gerst á undanförnum svona 30 árum er að við, hagfræðingar allavega, svona hagfræðingar eins og ég, svo kallar eindahagfræðingar sem að horfa á fólk og hvernig fólk tekur ákvarðanir og þetta. Við verðum að reyna að skilja hvað er það sem drífur fólk áfram í til dæmis neyslunni, þú veist, og er hægt að breyta því. Og það er alveg ljóst að það eru vandamál í samfélagi samtímans. Í fyrsta lagi að þá verður neyslan, fólk fer í hana ekkert endilega vegna þess að það er það sem það vill, heldur bara vegna þess að það er það sem er í boði. Og síðan er það líka þannig að stafræni heimurinn hefur gert það verkum, við erum mikið fyrir samanburð, sem bara nakti apinn sem við erum mjög mikið að bera okkur, því rannsóknir og simpönsum sína það sama, órangútum sína það sama. Við erum mjög mikið að bera okkur sama við hina í hópnum. Í náttúrunni þá vorum við í svona 25-50 manna hópum og gerði það ekki svo mikið til. Núna þá erum við 7 milljarðar og
internetið er tilbúið að sýna okkur 8 milljarðar og internetið er tilbúið að sýna okkur þá sem hafa allra best og við fáum algjörlega bjagaða hugmynd af því hvernig við stöndum í samanburðinu. Þetta er auðvitað ekki heppilegt. Á sama tíma verð ég að viðurkenna að þú veist, við getum alveg verið, þið vitið, talað sóunina sem að hagkerfi heimsins skapa, en það má heldur ekki gleyma því að þau hafa líka lyft mjög mörgum upp úr mjög mikilli fátækt og ég efast að margir af þeim sem eru komnir rétt yfir það mark myndu geta hugsað sér að stíga tilbaka aftur. Sem þetta að svona objektíft séð þá hefur mannkynið það mjög gott, hvort að það er síðan bara ímyndun, að þetta sé bara tímabundið ástand, þó er ég ekki að segja. Má ég koma með mjög stutta sögu, að sem faðir 4 barna þá hef ég hort á rosalega mikið teiknimyndum og það er til frábær teiknimynd sem heitir Toy Story, hafið þið séð hana? Og það er heta henni sem heitir Bósi Ljósár og einhvern tímann voru þeir saman, hann og Vitti vinur hans, og hann stekkur fram að stigapalli og setur út einhverjum svona plastvangi sem hann er með á bakinu og Vitti segir, Bósi, þú flýgur. Og Vitti segir, nei, I'm falling with style. Og ég hef stundum aðeins á tilfinningunni að við séum þar. Og þess vegna þurfum við að takast á við þessi vandamál. En ef við til dæmis komum að þessu sem Oddur nefndi hérna, hann var til dæmis eins og rafbílana samanborið við þá sem keyra á bensín og dísilolíu. Það sem allavega ég myndi vilja sjá er algjörlega umbylting á skattkerfinu. Að skattkerfi þjóni betur hagsmunum náttúrunnar. Þannig að það sé miklu minna tekjuskatta og virðisaukaskatta og miklu meira græna skatta sem eru bara lagðir á mengandi starfsemi. Því að Oddur nefndi hérna, þú tekur ekki tillit til kostnaðarins sem þú veltir yfir á samfélagið þegar þú stundar mengandi starfsemi eða starfsemi sem er skaðleg náttúrunni. Og það sem mínir kollegar eru sammála er að grænir skattar, grænir þýddi eru bara slæmt, en hér þýðir það gott. Að skattkerfið væri þannig að það væri meira bara skattlagt það sem er neikvætt fyrir náttúruna og aðri skattar eru felldir út. Það er eina af þessum hugmyndum að vinna innan kerfisins. Og komið smá svar líka, svo ætla landvörðurinn að koma inn aftur, en á meðan Sigríður talar ætla ég að loka mælindaskránni svo að þið getið núna í síðasta sinn gefið mér merki að þið viljið komast af. Því nú eru 10 mínútur þangað að fundi líkur á slaginu 7 eins og ég lofaði ykkur, þarna sé ég 1 merki, flott. Og bara fyrir þau sem eru í streymi þá biðjumst við innilega afsökunar á því að við getum ekki lengur verið með hljóð úr sal. Ég hef ekki alveg tök á túlkat allt sem að jafnóðum skal reyna smá og við bara biðjumst afsökunar á því aftur og reynum að klára þetta núna með glæsri brag. 2 hafa biðjum orðið viðbót, gjörðu vel Sigríður. Já, bara stutt með þróunarmarkmiði Sameinuðu þjóðanna sjálfbærni, því við erum búin að krítisera þau svolítið hérna, þau halda sig innan þessa ramma, þessa hagkerfis sem við búum við, að þá er komið fram hreyfing sem gengur út frá Norðurlöndum og talað Inner Development Goals, innri þróunarmarkmið. Og þau ganga öll út á það að við þurfum einhvern veginn að breyta upplifun okkar á náttúru. Við sem einhvern veginn aftengd náttúru með ýmsum hætti og beinasti þátturinn sem við erum aftengd náttúru er við tökum ekki eftir eigin upplifunum. Þú veist, hvort við tökum eftir hvernig við öndum þegar við tölum til dæmis. Byrja bara þar. Eða þú veist að drekka vatn, að þú veist það fer inn í mig og svo mun það fara út úr mér. Þannig ég er hluti af svo miklu stærri heild. Það er verið að tala um þessa aftengingu og það er líka talað um að neyslan sem okkur er allt úti af þessum kerfum sem við erum í, eins og hamstur í einhverju hjóli, að hún er einhvern veginn til að bæta okkur upp einhverja innri aftengingu við upplifun. Og þannig að þess vegna er farið að tala um þessi innri þróunarmarkmið, að við þurfum aðeins að tengjast bara okkur sjálfum, okkar eigin upplifunum, bara svona grundvallar upplifunum, að því að vera náttúruverur, að vera hluta af lífinu, að vera tengd öllu sem lifir. Og við erum komið svo langt frá þessu. Og ég hugsa stundum um það sem Páll Skúlason sagði, hann sagði við engavæðum allt út í náttúrunni nema loftslagið. Það vill enginn eiga það núna. En landvörðurinn var búinn að melda sig, mig langar að hlusta á hana. Mun einhver kaupa loftslagið? Já, þetta er aftur til staða. Það er ansi léleg og ósanngjörn röksemdafærsla að benda á
á þróunarlöndin og segja þú ert ekki að senda þau aftur í sárustu fátæktina, sko til. Þarna svaraði ég þér. Það enginn að segja að það þurfa að gera það til þess að minnka hagvöxt. Þannig að peningurinn mjög ójafn og mjög skiljanlegt að fólk vilji lifa við betri kjör. Við getum minnkað okkar kjör með að dreifa peningnum jafnara. Þetta náttúrulega bara mjög skrítin röksemdafærsla sem færir bara áhersluna annað. Ég vil ekki segja það. Æðislegt, við ætlum ekki alveg að svara. Við ætlum að fara hér, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir skemmtilega umræður. Ég heiti Steinunn og ég meðal annars að kenna vistfræði í Garðyrkjuskólanum og hef komið að kennslu í vistrænu skipulagi í landslagsarkitektúr. Og það er rauninni tvennt sem við langar að koma inn á sem að tengist kannski að það er svo gaman að viðla einmitt svona málum til nemenda og líka þegar hvað nemendur hafa að segja. Og annars vegar með varðandi þegar Daði þú veist að tala hvernig maður verðleggur heimöldina til dæmis og það menningarleg virði. Að nú til dæmis ef ég að reyna að segja nemendum það að frá þessu menningarlega virði, það er allir sammála að það sé einna mikilvægast og það eru 1000 rannsóknir sem sýna hvað náttúran hefur góð áhrif á okkur svo framvegis. Og þá stendur upp nemandi og segir, já, býtu, af hverju erum við þá endalaust að ganga á dræfisvæði? Og af hverju er þá og þá þess að, peningarnir bara pólitíkin, hún einhvern veginn veður yfir þetta samt og samverð fugladæmið í kjarnaholti og svo framvegis. Þannig að það er svolítið svona að þá verður maður að hugsa, þegar maður að meta þetta virði, þá menningarlega virðið, það þá að öðrum meiti, það annars konar hagkerfið hugsun eða kann maður að segja heldur þessi peningarlegu hagsmun. Svo var annað sem að í upphæðinni í hverja fyrirparserendunu komið inn á fólksfækkunina og hana svona í rauninni sem andstöðu við þessar kröfunum hagvöxt. Það var svona svolítið áhugavert að heyra þess að nú er ég í mínum vistfræði pælingum alltaf að tala fólksfjölgunina sem vandamál. Og þá fer maður að hugsa út frá þessum heimspeki hugleiðingum að við þurfum einhvers konar annars konar kerfi að því að fólksfjölgunin er vandamáli vistfræðilega hugsun en fólksfækkunin er enga sér líka vandamáli í svona meira þessari hagrænu hugsun eða þannig. Það er kannski eitthvað svona sem að spilar inn í þannig hvernig við erum að hugsa. Frábært, takk fyrir. Það hendi 30 sekúndur. Býtu, nei, ekki alveg strax. Það var einn hér einhvers staðar. Ég var nú bara að vinka Bjössa bless. Já, glæpir þú þína 30 sekúndur. Bara af því ég kom á orðið. Ég heiti Freydís og ég starfa með Dalanámi lengi upp í háskóla og er nú komin í stjórnarráðuneytið þar fyrir ákveðráðuneytið sem að við erum að stýra auðlindum og sjálfbæran hag, bæði og svo á landi. Og einu sem langaði að setja inn í þessu umræðum ástum langar að segja, bara mjög stutt, að því við Sigurður Þráins erum að leiðinu út í Kólumbíu eftir 2 vikur á samningfund Sameinuðu þjóðanna um líffræðilega fjölbreytni. Og mér langaði bara að hvetja fólk til að kíkja á þann samning, af því þar er eitt atriði sem að við sem þjóð erum búin að kvitta undir að við ætlum að fylgja og það er atriði sem heitir Make Peace with Nature. Og það er akkurat þetta atriði, eins og Sigurður er búin að benda á, og við þurfum núna að fara að endurhugsa okkar kerfi og við þurfum að fara að hugsa upp hvernig við ætlum að lifa sem hluti á náttúrunni. Þegar Stefán Jóhann var að tala um sín, öld mannsins, að við erum hluti á náttúrunni og við þurfum að fara aðeins að hugsa hvað gaman til þess að halda áfram að vera hluti á náttúrunni. Það er eins og Oddur bendi hérna á að það skiptir jörðin einhver mál þótt við sleppum inn í kynslóð sem kemur inn í kynslóð og hérna, já. Takk. Fyrir streymið þá var þetta 3 innlegg, landvörðun ekki sátt við það að það væri verið að benda á það að í hnattrænu suðrinu hefði fólk fengið betri kjör sem einhvers konar fjárfestasönnun fyrir það að við verðum að gera betur sjálf hér heima. Vistfræðingurinn talar um menningarlega virðið og hvernig peningarnir vaða samt yfir ákvarðanirnar þó að við séum búin að sjá hversu mikilvæg þessi grænu svæði eru upp á okkar eindrömt og annað. Og svo sagði stjórnarráðsvísan Freydís að við yrðum að hugsa meira um líffræðilega fjölbreytni og að semja frið við náttúruna og skoða þessi samninga sem við höfum undirgengist. Núna eru nákvæmlega 3 mínútur eftir af þessum fundi. Mér langar mjög mikið, Stefán hefur gefið eftir sína 30 sekúndur sem er fallegt, þá höfum við akkurat 1 mínútu á mann, ég stilli klukku og svo slúttum við þessu fundi. Er allir sammála því?
æðislegt. Ok, þá byrjar Oddur því hann hefur ekki sagt mikið undanfarir og hann ætlar að tala í heila mínútu og jafnvel þá hann hugsi helminginn af henni, þá á hann þessa mínútu. Og hans tími mun ekki hætta fyrir þessi klukkar hringir. Gjör svo vel, Oddur. Ég held að ég bara ítreki það sem ég sagði áðan, að það mikilvægi þess að nota réttu hugtökin til þess að umræðan fari ekki út víða völl og bara komist að skynsamlegri niðurstöðu. Það alltaf hægt að komast að rosalega óskynsamlegri niðurstöðum með því að nota röng hugtök. Takk. 35 sekúndur í viðbót, þú verður að segja hvað meir. Já, bara... Fallegasti staður á Íslandi? Já, það bara það sem ég Og það hvort sem næturhimininn eða úthafið eða jöklarnir, hvarvetna, það bara fegurðin blasir við mér allstaðar á landinu. Þó að auðvitað sé hægt að spilla fegurðin. Fleiri sekúndur? Já, 4 í viðbót. Takk fyrir. Fullkomið. Þá það Sigríður minn sem hefur hér 1 mínútu og neyðist til þess að hafa hann allan tíma. Já, ég myndi bara segja að við göngum hérna út og tökum eftir jörðin undan fótum okkar, tökum eftir hvernig við öndum og svo þegar við göngum út tökum eftir hvernig við horfum á hvert annað, hvort við sjáum hvert annað. Ég held við þurfum að byrja þar. Það bara við þurfum að byrja á okkur sjálfum og hvert öðru. Og bara við erum náttúruverur sem eru einhvern veginn búin að glata náttúrulegri skynsemi. Við þurfum að finna hana hjá okkur sjálfum. Og við vitum ekki hvert við getum farið næst, en við getum kannski fundið hvar við erum núna. Við þurfum ekki að vera komin með lausn áður en við höldum áfram. En við þurfum að skynja hvernig okkar upplifun núna, hvernig við upplifum náttúruna, hvernig við upplifum hvert annað og bara reyna að skilja þetta ástand núna. Mjög gott. Og þá það Daði. Ég vil fyrst alveg þakka fyrir fundin og áhugaverðar umræður. Og þó ég hafi endað hérna sem málsvari myrkra höfðingjans, að þá verður einhver að vera það. Ég held að sé mikilvægt að við allavega sameinumst að við eigum að krefjast þess að það sé að ákvarðanataka sé vönduð og það sé sýnt fram á að þegar að við veljum nýtingu frekar en verndun sé meiri hagsmunum ekki fórnað fyrir minni. Hvað þið teljið bestu leiðin í því auðvitað ykkar ákveða. Ég hef hér bent á eina leið. Ég óttast mjög að ákvarðanir einstaklinga sem á hverjum tíma fara með völd til að taka þessar ákvarðanir endurspegli ekki vilja og hagsmuni þjóðarinnar. Takk. Þá erum við búin með fundartíman okkar. Það tvennt sem þið verðið að muna. Í fyrsta lagi, þið verðið að tala það inn á sér litlu skoðanakönnun hér, hvernig ykkur fannst fundurinn og það eru líka spurningar náttúruna. Þannig að allir þeir sem gátu kannski ekki talað í dag hafa samt tækifæri til að tjá sig hér. Og svo það hitt að viku liðinni þá spyrjum við hér í Hannesarholti hvernig jöfnuður og aðgengi fatlaðs fólks að íslensku samfélagi og það eru algjörar sleggjur hér í bæði pallborði og í fundarstjórn. Þannig ég mæli með að það mæti bara öll þá líka. En ég hugsaði að lokum bara þegar ég var að hlusta á ykkur í síðustu mínútunum ykkar, þá fór ég að hugsa kannski hefði betri spurning mín í byrjun fundar þegar við vorum að reyna að finna leið til að tengja okkur öll saman, verið að spyrja bara hversu miklu tengslum við erum við ykkur sjálf. Og skalanum 1 til 10 og kannski er það leiðin tilbaka. Takk.